Ég skal kveðja á Alfa. Já, takk. Já. Þetta var mögulega lélegasti símarekkur í podcast history. Summer Baby, Super Squeeze með Summer Body. Við erum velkomin aftur að skjánum að Eyronum. Við erum velkomin, við erum byrjuð aftur. Óla Hjóli season 2 er back. Comeback season. Comeback season, sko. Comeback season. Don't call it a comeback, sko. Núna erum við okkur græði vinna sem ég kann eiginlega ekkert á, en já, þetta er nýja introlæg. Mér varst hitt introlægið ógeðslega leðilegt. Það var eitthvað gítar sem ég fann á YouTube eða einhverju síðu. Þetta er miklu Ég held að það hefur verið að kukka upp sjálfur í stúdíónu. Svo náttúrulega introið, sko, var ég og okkur hjóli á greenscreen, mögulega versti greenscreen bara sögunar. Þetta var one take, sko. Ég heiti þetta á svona 5 mínútum. Ég nefndi ekki að laga þetta og ég bara, ég laga þetta fyrir næsta þátt. Nei, það gerist ekki. Meira þetta en ég hef gert í TikTok-i á nákvæmlega, nei, tjók. Heyrðu, við erum komin aftur, það er þáttur 20, en þannig að það passar eiginlega vel á því að þetta er season 2 og 2.0, bara 2.0, 20, þá 20, það passar bara mjög vel. Með mér í dag er frændi minn Sebastian Óli. Já, blessaður sæll. Þannig að þú passa vel. Óli á hjóli, úr kallar Óli. Ég kallar Óli. Ég er bara aldrei verið betri. Aldrei verið betri. Algjörlega frábær. Og hvern annan er betra að fá í fyrsta þáttin heldur en gæinn sem var í fyrsta þættinum? TikTok star Andri Björns, hvað séu gott? Ég er yndislega frábær. Yndislega frábær, er það svona nýja slengur þitt, eða? Ég segi það alltaf þegar mér líður vel, þá er ég yndislega frábær. Nei, sko, ef við pælum í þá var það að koma í 4. skipti til mín. Já. Þú komst í fyrsta þátt, ok, sem heitir Andri Björns. Svo komst í þátt 14, Andri Björns part 2. Og sagan bak við það var að við ætlum að taka upp þá 15 sem Telma Trump var með okkur þá. Já. Nefnum að hún beilaði þegar þú varst komin. Já, ég var mættur. Þannig að við bara, heyrðu, við gerum bara, þú veist, tökum bara þátt. Já. Og tökum bara hann upp á morgun og svona er þetta bara. Við tókum líka bara þáttum bara utanlandsferðir. Ég veit það, við vorum bara kvart utanlandsferðir, þú veist tala London og tala Uber Eats og það var skemmtilegt. Þannig að þátturinn heitir Andri Björns part 3, en hann ætti að vera Andri Björns part 4. Já, í rauninni. Þannig að tækla sér að ljúga alhaustundum núna. Eins og alltaf. Shit. En eins og við sjáum því að þeir eru semst að horfa á þáttinn, þá erum við á allt öðrum stað núna, miklu meira professional, lítur vel út, bara mjög þægilegt. Og við ætlum að hafa þátt á í hverju viku. Alla miðvikudag klukkan 12 er markmið. Sjá hvernig það er muni í ganga. Nákvæmlega, núna sjá hvernig marginn enn að koma. Sem þið eru að hlusta á þetta, það er 3. janúar, bara gleðilegt nýtt ár, gleðilegt nýtt podcast season. Wow. Markmiðið mitt á þessu ári er að klára árið í þáttunum. Ég ætla ekki að hætta. Ok. Kannski koma einhverju þætti sem er ekki mynd bara því nenni ekki, ég veit það ekki. Kemur fyrir. Miklaður. Ángríns. Sko, bara já, ég ætla að renna hratt yfir gestina sem voru senast. Já. Bara því að þetta er svona fyrsti þátturinn. Ok, og segðu... Og ég ætla að spoila fyrstu 5 þáttunum. Ok, segðu hverju voru leiðilegir og segðu... Nei. Andri Björns var þáttur 1, Telvi Trönd þáttur 2, Alex Múleitmann þáttur 3, Ingi Bauer þáttur 4. Einar í 2 fellum, kemur betur á það, þáttur 5. Og mögulega einn uppáhaldsþátturinn minn, D-Litan Special, var þáttur 6. Þið bara, voru ég ekki uppáhalds? Byrju, afsakið, var ég ekki fyrstur eða? Snjókallinn, It's Britney bitch, Julia. Svo nú er komin á þátt 9 sem er mögulega lélegasti podcastáttur í sögu The Podcast History, Óli á Benidorm. Og það er geggjað það er mögulega, það er hann 24 mínútur og 43 sekundur. Þáttur 9 í beinni frá Sölum á Benidorm. Jú, ég byrjaði það, ég kláraði hann ekki. Nákvæmlega, það sem ég basically bara kvarta yfir pirrandi fólki og segja skemmtilega sögur. Þetta var bara ég einn á Sölum á Benidorm að tala við sjálfa mig. Þetta var bara tuð. Þetta var geggjað, sko. Þetta var bara því að ég var að gera þátt á hverja einustu viku, mér langaði ekki að fokka upp. Og hvað, heldur að margir að klára þáttinn? Nei, þetta er náttúrulega bara minnst playaði þáttur í bara sögu 19 þáttunum minna. Sögur radio. Svo kom Skopp í 10, þú komst til mynd í 11, Kára Rommel í 12, Eggert í 13, Andri Björsk aftur í 14 og Telma og Andri í 15, Sveinbygg í 16, Willi Junior í 17, Eggert og Einar í 18 og svo seinasti þáttur sem við póstum í november 2022 var Vibe. Sem var líka Chaos þáttur, það var hálftíma þáttur, ákveðið með Cortes fresti, fyrirvara. Já, fyrirvara. Já, eitthvað þannig.
Fyrir var Já, og allar græjur voru að vera batterislausar þegar við vorum að taka til. Þannig að Það er þetta svoleiðis. var ógeðslega stuttið þáttur. En ég meina, ef þú horfir á þann þátt, ég held að það er ekki vídeo af mér seinustu svona 7 mínútur af því að kamerinn er döð. Ég er ekki einu svona íkja. Þeir eru svo fallegir hvað sem er, það er nú að hafa þetta bara á þeim. Nákvæmlega, en við erum komin aftur þáttur 20, season 2 season 2 og þetta er ekki jafn óskipulagt og seinast var þetta óskipulagasta podcast bara í sögu Íslands. Sko, við erum að tala fyrsti þáttur sem ég kom. Já, Þá var bara svona hljóðaeinangrun fyrir þig. ég veit það, ekki þig. Ég hinum einn, ekki fyrir mig. Ég á með 2 mæka, virkaði bara einn. Hinn var teipar við hinn. Já, það var náttúrulega bara Jesus, það var the original studio, það Já. má ekki gleyma því. Og Það ég glemði því, ég kom í sko fyrsta Fyrsta Nei, sko- þáttin, original. það podcast studio er kannski þetta var svona lítil kompa í vinnunum sem ég vann í þá. En við erum sko, við vorum hérna upp við Við vorum sko, Já, alveg hnén rétt. okkar snertu hver annan sko. Vindæðina var bara, þetta var svona stórt rými. Herbyggi var kannski jafn stórt á þetta borð. Ég er ekki sníkja, tölva mín var alla að passa. Ég var bara, halló, Þetta var- Andri. Ég hef pælingu, Já. þú sagði nummer 9 verið skemmtilegast þátturinn. En samt Sagði er það? Andri búinn að koma, hvað, einhver 10 sinnum með Ég sagði þetta er ekki 9 sem er Óla Benidorm. Ó, nei, Ó, sorry, þú sagði einhvern annan væri. Nei, ég sagði þáttu 6, það var í fyrsta skeitt sem vorum 4. En samt er, þeir bara búin að koma einu svona. Þeir eru búin að koma hvað, 4 sinni, 5 sinni. Andri er náttúrulega uppáhaldsgestur minn, sko. Yes, Hann kemur- ha? Er ekki Hann er búinn að koma oftast, ok? Nákvæmlega. allt í góð, ég tekið á kassan? Þannig að manneskjan sem verður komin oftast verður síðan uppáhaldsgesturinn minn. Takk fyrir mig. Það er alltaf þannig. Þannig að Tekið það mig. það er komin keppni núna. Þú ert að mæta í annars skipti, þú ert að mæta í fjórða Þetta skipti. er fjórðaskipti. Og já, Það er bíf að byrja, sko. Já. Ég held en að sko, þessi þáttur 6, þá vorum við basically, út af þeir eru með podcast sem heitir Kjaftaði, þar sem ég kom í podcastið þeirra, Já. kom í 3 sögur, 1 lygi, 2 sannar, og þá basically bara klukkutum á podcast þar sem ég var bara að segja langdregna sögur og okkur svona þannig. í klukkutíma, Já, og við við, getur talað um þér. ég ætla ekki, þú veist, þeir voru náttúrulega að tala líka og Já, það er þeir eru skemmtilegt, sko. Þeir voru með sögur líka og nema, ég ætla að stela þessum lið, við ætlum að hafa í þessu sísonu, við ætlum að hafa þennan lið, Ok, það sem gesturinn kemur með, nema Andri er ekki að fara að gera það, því að hann er búinn að gera það, Já, með telmi, þannig að ég var að hugsa þetta með þú varst að tala um þetta. já. Og ég man hver lígin var en ég man ekki alla 3 ári, ég man einu. þú bara býttu átti að koma í sögu. Já, ég bara, herðu, afsakið. Góður hóst, láta ekki við það. Já, býttu, ég vissi það ekki. En já, það var, mér varst það bara gaman, þannig að ég er að fara að bæta Það er góður liður, þessu í lið. Það er Þannig Það að- er góð liður. Já, og en við erum ekki jafn óskipulára seinast, eins og við seinast þetta, þá var ég alltaf bara, heyrðu, nú ætla ég að spyrja spurningar sem ég er búin að spyrja seinastu 10 gesti. Alltaf það sama. En við alltaf sama. ætlum að hafa einhverja skemmtilega, ég er með frasakeppni dagsins. Já. Shit. Það er úr frasabókinni. Ég fór í það með Guðjónu og Býtu FM, með Völer. með Völer. Og Fótboltamaður, sko. Það er svo leiðis. þú veist hvað það er? Nei. Ok, alltaf. Það er ekki neitt, en ég Nei. veit bara hvað hann er. Ég tók þátt í það. Vestló, ég tókum eitthvað saman í Vestló. Aha. Ég var náttúrulega samt ekki í Vestló, ég var bara að gera vídeo fyrir þau í Vestló, sko. Ég er með Er frasakeppni. hann 0-2? Hann er 0-2. Shit. Eða ekki, ég vona það. Jú, ég held að. Svo er ég með spurningu vikunar sem ég ætla alltaf að spurja í sem sagt, question boxi sem er hérna fyrir neðan sem sagt, ef ég íti á þáttinn þá er alltaf svona, þú veist, question eitthvað svona sem þú getur sett inn og ég Inn á ætla Spotify. alltaf spurning vikunar bara, trust me, ég er að fara að gleyma þessu í svona öðru ykkur þætti, ég er kannski að fara að mynda Það er skemmtilegt. ég er ekki komið spurningu núna. Þú vinnur út frá þættinum, sko. Ef það kom ekki skemmtileg svör frá okkur, Rétt. vonandi þér aðalega, þá verða það spurningum, sko. Já, Ekki. þannig að Ok. hún kemur bara kannski einhvern tímann í þættinu þannig að Ok. fólk þarf eiginlega að fylgjast með. Já, Þessu verður droppað bara. Já, þannig að ég er með frasakeppni dagsins, ég er líka með legasöguna í sem sagt, þessu síðan ekki í þættinum í dag. Viltu já. gera síma þetta, Andri? Já, já. yes. gerum það. Yes. Langt séðan ég gera það, maður. Djöfull er það gott, maður. Gerum síma í hana, ég ætla að gera síma, ég veit ekki hvort að búðin sé ennþá opin. Hvað búðum? Sem sagt, ok, við ræðum þetta þegar við fyrir mig síma þetta eftir, af því að það er smá backstory með þetta. Ég er með heilafrost, þetta er byggt á spilinu Brain Freeze. Já. Það, hefur þú spilað það, Andri? Nei. Nei, það er sem sagt, ég kem með eitthvað ákveð hlut og þeir að keppa á milli ykkar, Ákveð topic. eins og ég segi bara lönd, þá byrjar þú Þá segir ég bara, þú veist, Argentínu. og þá segir þú Portugal. Já, og þeir eru bara skipt á milli Já. og þeir með Þetta er ekkert gaman. Nei, þetta er þetta er skemmtilegt. Þetta verður líklegast ekki svona broad eins og lönd sem er mjög auðvelt. El Gringo, basically. Þetta er basically Örugglega. Dóttur fútból. Öruglega. Sebastian, Segjum já. þú ert með einhvern geggjaðan leið, veit ég, rap or crack. Já, ég ákvaði að kukka aðeins. Þannig ég fór hann á internetið og fann svolítið skrítna texta sem að rapparar á sætt. Svo frægir rapparar eins og Eminem og J. Cole og svona. Heyrðu, Það eru strákar, við erum ekki sumir að rekka. textar, Ég er að tjóki ykkur, ég er bara með langar að gefa ykkur hjarta áfall, sko. Ég var búinn að sjá það. Já, allt í lagi. sumir textanir, ég voru að þannig að þetta er fáránlegt.
Og síðan bjó ég líka til ákveðin texta. Þið þurfa að gíska hvort textin sé, þú veist, eftir rappara eða hvort ég var búin til. Og ég frábær rappara, það frábær texta allt. Ég hef heyrt hann rappa, hann frábær rappari. En svo ef ég gíska allt rétt, þá verður þú að taka freestyle. Þá skulle taka freestyle. Já, þetta er allt rétt. Þetta er heldur keppni. Þá getur það að hann var eitthvað að reyna að útskýra fyrir mér það, hann útskýrði þetta bara betur eftir. Ég bara finna hana instrumental beat fyrir þig. Má heyra þess. Nú þarf ég að finna ég skrifa bad boy rap instrumental á YouTube og ég á fyrsta linkin. Það passa vel mig sko. Það er svona flott í rap og crap eða ekki. Shit, hvað töff maður. Sammála. Allavega, ég ætla að reyna að segja þetta í byrjun þáttar en það er náttúrulega tímið búin á þættinu núna. Við erum í Coolbet-stúdíónu. Já, okkar bestu menn Coolbet-stúdíói. Hefur samt maður að mæta í sömu trey og þú ert í, það hefði ég gert það. Það hefði verið mjög fyndið og vandræðilegt á sama tíma ef við hefum mætt alveg eins. Blessaður. Byrði þetta í sama pace og ég. Nákvæmst, hvað þarf maður að ég ætla ekki að segja það til að fá þessa treyju sko. Hvað þarf maður að ég held að þetta er kvennasnið sko. Já, nei, þetta er markmannsnið. Þetta er markmannsnið. Nei, þeir sögðu við með þetta var kvennasnið. Mér var sagt að þetta var markmannsnið. Já, þeir eru bara að ljúga þér sko. Þegar ég er í large í þessu og hún er samt alveg þröng á mér nema hún er bara löng. Já, það var sagt við með að þetta var kvennasnið, það var eina sem áttu. Já, saman. Allavega, skiptir ekki máli. Já, ég ætla að segja with the body of a woman, sko. Ég ætla að segja, það er svona sem passa svona vel á þig. Hún er samt alveg svona smá þröng, mér finnst hérna miklu þægilegð, mér finnst þetta svona öðruvísi efni. Þetta er rosa þund, sko. Já, en já, ég ætla að segja sem sagt símaðarsöguna. Ég og Guðjón vorum á FM. Ég bað Guðjón fyrir nokkur vikum að senda mér hann á símarhekk, hann er ekki enda búin að gera, ég hringdi hann fyrir þátt og það er mér langar að spila þetta hér. Og hvað gerði hann? Hann gerði það ekki, sem sagt hann var ekki upp við tölvuna sína, hann var liggjandi upp í rúmi. Og ég þarf, ég er að deyja hérna sko, ég er nýbúin að koma úr kvefi. Já, frábært. Já, það er ekki gaman. Og já, sem sagt, við vorum að reyna að finna einhvern símarhekk og mér datt í hug að hringja í verslanir og segja að ég sé yfirmaður á öðrum stað og segja, heyrðu hann að þessi hérna starfsmaður var að sækjum og hann skrifa þig undir sem meðmæli. Og ætlaði bara að gá hvort að manneskjan myndi staðfesta. Fyrsta gæla hann skellur á okkur. Næsta skipti þá bara, það er enginn að vinna, ég hef ekki tími hérna. Mér datt í hug. Andri Björns er að vinna í fiskbúð. Nei, veiðibúð. Ég vinn í veiðibúð. Ok, það kemur á símarhekkin eftir. Þá veist það hvernig ég segi fiskbúð. Þú veist það hvernig ég segi fiskbúð á eftir. Og ég sem sagt, fatta, ok, byrju, er þetta ekki afinn sem á þetta? Nei, bara ekkert skilt mér, sko. Ó, ekki, hérna bara afinn eða frendin eða pappin eða eitthvað. Hann fór í sko. Þetta er bara góðu vinnu pappa. Já, frendin, same shit. Og ég var eitthvað Tegur avans vinnur hann og já, það er ógslag að finna þetta er svo fámenn búð, þú veist, hvað eru margir að finna hana? Við erum bara 2 núna. Nákvæmlega, þeir eru bara 2. Tveir að vinna? Ég og maður minn. Þeir eru bara 2, það er búið að reyka alltaf hérna. Það þarf ekki fleiri þegar það er 2 geitur. Nákvæmlega. Og ég sem sagt ætla að hringja og ég einhvern veginn vonar þetta avans muni svara sem greinilega er ekki að vinna hana. Ég bara bjóst við að avans væri að vinna hana. Það væri rosalegt ef afiðin hefði svarað. Það væri svakalegt. Já. Og ég eitthvað hann á ekki búðuna. Var í kaffi? Já, og markmiðið mitt er að hringja og segja já, það er starfsmaður sem greinilega er búin að vinna hér og hann var að sækja ég ætla bara, hann skrifaði því sem meðmæli, ég ætla bara að spyrja hann undir sem starfsmann, hann heitir Andri Björns. Svo hringi ég, gíska hvað pikkar upp síman. Andri Björns, hann pikkar upp síman og ég fer eitthvað panik að taka bara shit. Þannig ég bý bara til eitthvað nafnastænum og Andri með þjónustulundina hans var að reyna að vera svo næst og ég bara, já, hann heitir þetta, hann bara var að fletta upp ykkurum blöðum og bækum bara, ég veit ekkert hvað ég finn þetta nafn, ég finn þetta ekki einn staðar, bara ég veit ekkert. Hann er búin að vera hann síðan 2019 og hætti bara núna þessu ári, ég bara, ég er búin að vinna hann í 2 ári, ég veit ekkert hvað þetta tala um. Ég var bara, ég er búin að vera hann síðan 2020, það er enginn. Ertu vissum að þetta er veiðiflugur? Ég fór já hann á Langholtsveginu bara, nei. Og svo fatt hann alltaf að þetta var ég eftir svona 4 mínútur og mér fannst það svo fyndið. Þetta var nefnilega langt, sko. Shit, ertu með það? Nei, ég hefði spilað þetta. Fuck. Þannig að ef að Guðjón er búin að senda mér þetta, þá kemur sú klippa núna. Og hún kom greinlega ekki ef ég er að tala ennþá. Þannig að allavega góð klippa. Mér langaði að gera símarhekk í sem sagt vinu minn vinnur í fiskbúð sem avans á, eða pappans á whoever the fuck. Bara fiskbúð. Já. Bara fiskikóngurinn. Ekki alveg fiskikóngurinn og hann er greinilega upp í fiskbúð núna sem sagt fyrir 40 mínútum. Ok. Þannig að mér langar smá að hringja og ef ekki bara byrja á því árum fyrir minni af því ég held, búðin lokar annarkvort klukkan 6
eða 7 Ok, vonandi 6 svo ég geti hringt í hann núna þannig að ef við tengjum Bluetooth hérna nei, nú er þetta allt tæknivesen, við erum á hvað ætlar að láta andra segja? Sama? ég ætla bara að hringja fyrst og svo Þú hringja bara? andra eftir Ok. Ég þarf ekkert að ringja, ég er svo vandræðilegur í þessu sko. Ég get alveg verið fíblinn á TikTok en þegar kemur að þessu, já nei takk. Ég láta hann taka karakterinn sinn Heyru, núna kemur smá vesen já, við þurfum að tala um Pookie-Bear eftir Áttu nokkuð lítinn þorsk fyrir lítinn Pookie-Bear? gæti þetta gert það Shit, maður Það er flýst að gera það Það verður svo gott, sko ég er Það núna verður geðveikt Hæ Pookie-Bear Svo lokað Er þið illt í lilla maga ég held að það loki klukkan 6 Anskotin, maður Þú segir að þetta er mjög professional hlaðvarpina já, við greinlega erum ekki að hugsa fram í tímanina en Er ekki önnur fyrstbúða? Það er loka allar svo snemma já, Ok, er ekki bara einhver önnur búð? Það er það fyrstbúða ég ætla samt að pröfa að hringja Í það? já, Ok, þannig að ég ætla að lækka hans í Ég er ykkur oft upp í búð alveg 10 mínútur Já, ég ætla að lækka hans í ykkur Ok vonum að hans vinur minn svar ekki klukkan er sko 7:06 þannig að ég veit ekki hvort ég sé að fara að svara gefum þessu svona Halló, góðan daginn, er það Karl? Karl. já, Ég er náttúrulega Karl, maður. já nei, það hefur þá ég er að fara línuvildina, heyrðu, ert þú samt ekki eigandinn á fiskbúðinni Trönubergi? Rauni. meina það, heyrðu, ég er sem sagt yfirmaður hjá Elko og ég var að fá hérna umsókn á starfsmanni og þú er settur í hana svona meðmæli já, og ég ætla að spyrja þig hvort þér finnst ákveðni starfsmaður frábæri eða ekki Ég þarf nú að vita hvað starfsmaður það er. býtu, opnum minna skjala nefnilega, það er svo margir sko sem skrifa bara eitthvað og við haldaðu hringi ekki en ég hringi hvert einasta skipti Hjalti stend, nei Ágúst Ágúst, er hann flottur starfsmaður? Já, ég get ekkert sagt út af hann. Er hann tímanlega? Já, hann er það allavega. Heyrðu, frábært, segja honum að Óli skila hverjum. Já. Hann fær ekki starfið. Hann fær ekki, nei, segja Óli skila hverjum. Óli skila hverjum? Já, gerði það. Já, bye. Já, bye. Shit, maður, hvað það var óþægilegt. Hvað er þetta? Það var svo vonsvikið þegar hann heyrði nafnið hann. Ágúst. Já. Það er aðapartið að skilja. Það var eitthvað bestu komist. Er þetta fiskbúinu Trönubergi? Já. Trönuhrauni. Er þetta Karl? Ég er nú maður, já. Ég er nú Karl maður. Þetta er alvöru gamli skólinn. Þetta er gamli skólinn fyrir allan peningin. Og elska hennar gæja. Það væri svo fokkið fyndið ef Ágúst væri ekki í vinnun núna. Eitt gott síntal frá Ava. Varst þú að segja ekki í Elko? Svo bara, nei, hann far ekki. Greinilega býð eftir að losna við hann. Mér langar rosalega að hann gera karatinu, sko. Pookie-Bear. Mér langar rosalega að heyra það, sko. Það er svo fyndið. Pookie-Bear. Ég var hringið eitthvað fiskbúð. Getur líka skrúað upp ekstra 50%. Já, alveg. Áttu nokkuð smá svona fisk fyrir einn alfa? Heyrðu, þá þegar ég var að aftengja nefnilega síma minn. Pookie-Bear. Hvort ertu hendi að núna eftir? Ég er bara að spá, náttúrulega það er engin fiskbúð opið núna, sko. Það er þetta fiskbúð? Ringja bara í eitthvað skarkripabúð. Já. Eru skarkripabúður opna? Jafnvel spurt spurst það líka, sko. Heyrðu, Ágúst var að senda mér einhverja mynd hérna. Hvað er hann að senda hérna? Hvað er þetta að tripla það? Þetta var gott. Heyrðu, hvað ertu með einhverja? Ég er núna sjáuðu mig á tökkarum en ég er að tengja á hann er að setja eitthvað upp og nýja, hann er að hækka og lækka. Hvað viltu hringi? Ég er að spá eitthvað svona dömubúð og það ég er að, þú veist, eins og ég sé að leita gjöf fyrir Pookie-Bear. Nærfödd eða eitthvað svoleiðis. Lindax? Nei, ekki það. Áttu nokkuð smá svona gestæðing? Fyrir maður litur Pookie-Bear. Það er svo gott, sko. Mér lákast að tengja símanast andra núna við þetta, sko, ekki minni. Nei, ég kem ekki nála Þetta verður orðin, sko. Nei, ég segi fiskbúð. Hvað ætlar að finna fiskbúð? Ég veit ekki. Hvað, það er ekki sömu bara? Fiskbúð Siglufjarðar.
Er það ekki flott? Sigló, er það opið til 7? Ég veit það ekki. Það eru lokallega búið 5 eða 6 Ég myndi halda að fiskbúður myndi loka svona 5-6, já. Ekki Sigló, sant? Ég ætla samt að pröfa að ringja hana. Ok, pröfum. Þetta númer ekki rétt valið. Hvað meinar þau? Þannig að vera sláin rétt númer. Ágríns, er ekki góður á tökunum? Ég er þetta strax sláin. Sláttu við þetta númer? Já, hendi, hvað meinar þau? Alltaf kokki, sko. Það er frábær á tökunum. Sláin við Símon númer. Takkin er það hlið, ok? Þannig að nú erum við komið þetta rétt. Skrúfa þetta 150%. User busy kjáftæði. Nákvæmlega, búið að loka. Jöfn, ringdi ykkur að dömubúð? Ég er sammálað því. Já, hvaða dömubúð? Googlaði bara nærfötu eða eitthvað. Fiskbúð Suðurlands. Þú segir bara þegar þú vill skella á. Ég með bara merkja það. Af hverju erum við svona botnarlegir? Við skulum að byrja þetta season svo skrítið. Það er ekki nómaður sem ekki er síma, þá ætla ég að taka hérna Púki. Púkiferinn, sko. Þetta er comeback, sko. Heyrðu, mér sýnist þau ekkert vera að svara. Ég var að pröfa fiskbúðin. Ég vil ekki bara sleppa þessu. Það verður að gera, sko. Reynum eins og enn. Annars fyrir við bara í næsta lið. Ok. Já, annars fyrir við bara í frasakefnina. Please svara. Fiskbúðin mús. Hvað er svo fastur á fiskbúðin? Ég veit ekki. Hvað fettis er þetta fyrir Þetta er mjög fiskbúðin? skrítið. Við þurfum eitthvað að tala við hann eftir á, sko. Þetta er eitthvað skrítið. Kæri stóra alltaf að spyrja hvað er í matinn. Fiskur. Ég hata fisk, sko. Heyru, fiskbúðinar eru ekki. Góðan daginn. Fiskbúðin mús. Já, góðan daginn. Eða þið ennþá opinn? Já, ég er að loka bara. Það er opið til hálf, sko. Ok, ég ætla þá að dýja mig. Ég var bara að spá, eigið þið svona þosk fyrir mig og kæstum mína, my Pookie Bay? Já, það er alveg til. Ok, og þegar hún er ammali í kvöld og það er svona Pookie ammalis teiti, þannig að ég var bara að spá hvort það væri nokkuð hægt að mæta og kaupa smá þoskhandani. Hvort að getur þosk. Ok, takk hérlega fyrir og ég skal að kvæðja á Alfa. Já, takk. Já. Þetta var mögulega lélegasti símarekkur í podcast history. Ég gat ekki meira. Pookie Woogie. Hann líka frá hlæjan mér, sko. Hann hefði, hvort að kaupa fór. Þetta var alvöru gamli skóla þannig. Hann var ekki að gefa af sig, sko. Hann er ekki gaman bara. Mér líður svo vel að ég vona að hefur ringt bara í no caller ID, sko. Því ef hann ringt tilbaka, minn almáttur. Hann var með símanúmer í Ólafi Jóhann. Wow. Þetta var geggja, ég er ósamlega. Þetta var geggja sínda maður. Þetta var gott. Þetta var mjög Pookie Woogie. Það var potið til svona 5 að slökk á þættinum, sko. Hvað, það er ekki að vera eitthvað ammælisveisla eða eitthvað? Og hvað var þorsk? Hvað gerðist þunni? Ammælisveisla hjá Pookie Woogie. Pookie Woogie ámæli og ég ætlaði að kaupa svona þorskhandani. Hvað þorsk? Það er ræðilega gert að vera eitthvað þorsk. Heyri, já, Óli myndi fíla. Eigum að fara í frasakefnina? Ætlilega. Ertu sigurstranglegur? Og eru tilbúin í þetta? Tilbúin í lít á mig sem takkana? Tilbúin í takkana? Já, endilega. Bara þegar neti hennar lifir, býtum það er loading. Ég ætla að kenna einhverju öðru net. Það er alltaf eitthvað annað. Ég veit ekki tekki. Heyru, er neti hennar hægasta net sögunar, eða? Guð minn alveg. Það er alltaf eitthvað. Heyru, sko, það er ennþá, ég ætla að sína ykkur aðeins töluna, það er ennþá, núna er þetta sjokker. Sjáum tökunum. Wow. Sjú slætar svo fagmannlega upp. Ég veit ekki hvað, ég er að hlusta á þetta í fiskiti. Svo professional, sko. Hann opnaði þáttinn og þetta er rökk í lengur. Heyru, þetta kjafta sem hitt. Andrew Björs, Sebastian Óla. Ég ætla að taka ykkur í fraskeppni. Ok. Hvernig líst ykkur á þennan betta? Yes sir. Við getum líka ítt, sko, býtu, ef ég ítum á þessu pásu hérna. Getum við poppað inn í champagne? Á krís, sko. Ég held að þetta sé bettin hjá Ólaf sinnum í undrarlandi. Já. Stela þeim. Nú er það að flikta hans í töknum hérna. Hvernig breyti þessu svona? Já, shit maður. Heyru, slökkum á þessu. Mér nákvæmlega hitt bítið, það var geggjað. Smá svona á hann. Þessi hérna? Já. Þetta er svona
Ey. Ok, horfðu á mig gleymi svo í svona næstu 34 þætti Ok, það skiptir ekki máli Ey. Við munum aldrei finna hann Frasakjarni, þetta er mjög einfalt, strákar Ég er að fara að spyrja ykkur út í frasa Þið getið þetta, já Þetta eru 5 spurningar Þetta eru bara 5 létt Þetta er annarkvort orð eða frasar Og þið eigið að segja mér bössur eða? Pröfaðu Þetta var mjög leiðilegu bossar Please gera eitthvað nátt að mynda Ég gera hljóð, ég held að þú var bara að íta Já, gerum þetta Tjóðlega professional maður Klassi Ok, flott Við erum Þetta komið með allt núna Ok, Ey. lægið samt að ég lára að búið Þannig að spólum aðeins tilbaka Ok, Þetta er freestyle má ég heyra buzzurinn þinn, Óli Nei Ok, það er svarrétturinn, ok Byrjum á fyrsta frasunum sem er úti malt og appelsín Sebastian Bara út í ruglunu Bara út að aka Alveg út í ruglunu Það er ekki rétt Kemur Ég veit ekki hver er að segja kemur En fuck it, þú er komin í þáttinn Er það nýi? Má ég svara? Já, það er minn Það er malt og appelsín út allt Get ekki gefið rétt fyrir þetta Ég ætla að gefa það dæmi Þessir B-vitans geitungar eru til Nei, byrju, wow Dæmi Þessir B-vitans geitungar eru út malt og appelsín Já, hvað? Þeir eru bara allstar Það er bara hárrétt hjá þér maður Út allt, það er hárrétt Ég var að hugsa meira að það væri miklu erfiðara Ég var bara Þetta var mér Þetta var ekkert aðlega easy En ég hendi Það er malt og appelsín Þú basically snýrist svo bara við sko Bara því að hann sagði að þetta væri alltaf auðvelt Já Hvað þýðir orðið jórturleður? Ég hef heyrt það Já, Hefurðu heyrt Ég hef heyrt það Múrturleður? Nei, júrtur Jórturleður Nei, ég veit ekki hvað þetta er sann Ég kannast við orðið Já, ætlar að dingla Ég hef ekki hugmynd hvað Ég skal koma með dæmi Já. Komdu með dæmi. Andrés, gerðu öllum greiða og fáðu þér jórturleður Eftir að þú Tattoo Já, tjóðvill Þetta er svona þetta er svona 3 sekundar að koma Kemur Hvað fagmaður er Ég þetta? veit ekki, þetta er meistari Þetta er eitthvað king Andri gerði einhverju greiða og fáði jórturleður Á ég að klára, út af hann gerði dingi sko Áður en ég Já. klára Eftir að þú borðar harðfiskinn Fáðu tyggjó, þetta er tyggjó Það er bara hárrétt Ég ætla að leiða hann að klára Já, tjóðvill 2-0 Nú er ég brjálæður Nú er ég reyður næsta sko 2-0 Bam, bam Andri, þú ert Þú er kokki að rústa þessu Ok, Já, ég veit það höldum áfram Ég ætla að vinna það sko Hvað er margar eftir? Það eru 3 eftir Ok Þú þarft að vinna allar 3 okay. Comeback season, let's go Ok, númer 4 Að skvett Númer 3 ekki? Ég meina 3 Númer 3. Meina 3 Ég er að mixa Ég er með í skalinu þá er það númer 4 En ég er aðeins að mixa sig Ok. Því þú segir þetta svo ljö Það var hann Þú ert samt að tapa 2-0 Já, þetta sagði ég þetta var létt Já. Þú segir þetta létt Tjóðvill maður Að skvetta úr skinnsoknum Hvað sagðir? Að skvetta úr skinnsoknum Að svitna Að svitna Að skvetta Úr Já, kemur hint Nei, hann Ég fæ sens Ég drakk svo mikið gós að ég varð bara að skvetta úr skinnsoknum Er það bara pissa? Don't call it a comeback, sko Comeback season Þegar ég sagði rar Ná fekk ég ekki svara þá var ég að fara að segja það Let's fucking go man Vel gert, það er 2-1 2 spurningar eftir, þú getur ennþá unnið þetta Comeback season Og næsta er Ég er að býja eftir að beatin droppi, sko, þá getum við haldið áfram Hvað með Ey. að bítið Það er búið að vera eins Bíddu. Nei, nú er eitthvað svona bridge eitthvað Og byrju, það er að koma Ok, sorry, ég er að hlusta á live fisketið Er þetta glæpura? Smá Nei, ok, heldur bara áfram Getum við poppað þessu kampavína þannig Og þú mistur á droppinu bara Já, ég mistaði, það skiptir ekki máli Ég segi fuck it sko Næsta spurning er Ég er fucking til þér að setja hann í skeitin Þetta er flókið, sko Setja hann í skeitin Dingling Ok Það er að Er þetta dónulegt? Getur þetta dónulegt? Mega sögurum vera dónulegt Ég meina, þetta er ekki Það má það, en þetta er ekki það tónalegt Ok, þá væri ég bara að gefa Ég var að fara að segja mjög dónulegt Ég vil fá dæmi Já, það er ekki dæmi við þetta Er ekki dæmi? Nei. Sitin í skeitin Jú, býtu
Það er dæmi Heimabúið Hann leiddist Nei, þú, Sebastian fær svarið þinn Já, yes Hann leiddist hvað Dóri var duglegur að setja hann í skeitin Hæ? Henni leiddist hvað Dóri Þetta er það sem ég held Þetta er það sem ég held Er það sem ég held? Erum við hvað saman? Er ég bara að segja? Fuck me man, er það að stunda Ok, fair enough Hvað ætlar að segja? The backside Já, ég hugsa það líka Ég var hugsa hitgatið Ég hitgatið sko Það er bara, nei Kemur Hefur Andri, viltu fá að gíska núna? Hún væri pyrrð á því sko Hún var pyrruð En þetta tengist í. Hann var alltaf að setja hann í skeit Hann er þetta ekki að setja aftur Ég heyrði þessu Sitjum sér Andri, þá svar Annars fær Sebastian svarið þinn aftur Hún hataði Henni leiddist hvað Dóri var duglegur að setja hann í skeitin Og hvað var duglegur? Hvað Dóri var duglegur að setja hann í skeitin Þetta er Já, hvað? Þetta er rosalega bandalegt svar, sko Þegar hún vill ekki sofa jafn mikið hjá Það er ekki rétt Tengst það kynlíf eitthvað? Nei, Tengst það ekki kynlíf? ekkert kynlíf Hann segir, þetta er svona nálægt Já, hann sagði náttúrulega mig Þetta Hvað hann prumpa mikið? Nei Herru, ég Ertu með það? Að kúka, hvað hann kúka mikið Get ekki gefið rétt fyrir þetta Ég ætla ekki að gefa okkur Hvað fleiri hann drullar mikið? Rétt svar er að kúka í kantinn á klósettinu og skilja eftir far Þess vegna segði þú varst nálægt í áðan Já Það var ekki náldi sko En þú veist Eina sem náldi var rassin En þú veist, já Er tveggjastegi í lokin, eða? Er tveggjastega? Nei Ok, en við erum tveggjastega Þú mátt byrja Það er jafntefli Ok, fæn Þú getur jafnað Ok. Og þá er bara meistara jafntefli Annars vinnur Andri Fair enough Senastist frasinn Að bíða með útsperrtar klærnar Að bíða með útsperrtar klærnar Nákvæmlega svona Er það nákvæmlega svona það? Já Að bíða með útsperrtar klærnar Ditta býður með útsperrtar klærnar Eftir nýjasta veskinu frá Gucci Herru, þannig Þú eru alltaf að Hvernig útskýr ég það? Jú það ekki Bíða, forpanta eitthvað dót Það er vitlaust Sko ég er haugmynd Við sagði það aftur Að bíða með útsperrtar klærnar Dæmi Ditta býður með útsperrtar klærnar Eftir nýjasta veskinu frá Gucci Séti, hún býður bara spennt Það er bara árið að bíða bara ógeðslega spennt Heyrðu, það er bara mesta lucky guess sem ég á æfinni heyrt sko Ég ætla bara að segja þetta sem mesta meistari jafntefli bara að sögunar Er það ekki? Jú Ég varst að gefa þér sigurinn sko eiginlega Því það var eitthvað eitt dæmi sem ég náði Hann eiginlega gaf mér það Það var aldrei fyrsta Það var heldur fyrsta Heyrðu, þessi þáttur er líka í búið Nova Sirius Ég er með Nova Crop Ég er bara ógeðslega svangur Tjóðan sponsoraður Sko, Andri, mikrofónin er uppi Þannig að hver skeitt sem þú reynir að baktala mig Þá heyri ég þér Að því ég er með headset Jálfurinn, þú bara missað nokkur skiptur sann Má ég samt fá, eða? Já, gjör svo vel Ég er ekki sponsaður að það Hérna, Andri, þú ert fútbolfan, eða ekki? Jú, mjög mikill Þú ert púlari Að sjálfsögðu Þú komst með lið, eða ekki? Ég með langar að tjekka on your ball knowledge Ok Blind rank top 5 Örsnögt Langar bara að sjá hversu fælur þú ert Já Og hlustendur með að meta svolítið Já, hlustendur með að taka þátt Ef þú eru að hlusta út í bílum með einhverjum Þú bara takk í þátt Ok, þú veist hvernig það virka væntanlega Blind rank, 1-5 Já Ekki breyta Tilbúin Byrjum mynd á Gareth Bale Bara 1-5 1-5 Gareth Bale taka allt inn í þetta Bara þú mátt ranka þessu alveg eins og þú vilt Bara alveg eins og þú vilt Þú mátt gera það Þú mátt bara gera eins og þú vilt Fjarki Bale Já, ok, áhugavert Strax Fjarkin og Bale Ok, Zlatan Ibrahimovic Hvað er það Þristur Ok Og ég ætla ekki að ljóða þér, þessi listi er strax smá svona sössi, sko Zlatan í 3, Bale í 4, ok Ok Er það að grínast, eða? Við þess Bale sé betri en Nei Þú varst að segja Veistu hvað Nei, hann sagði að Zlatan var betri Við erum ekki sátt um fútbol Settum ekki þriða Ok, Ég sagði að Zlatan væri betri Já, Kun Aguero Já, fyndi Af þessum
Ok Xavi Ég má ekki breyta. Þú mátt ekki Nei, þú mátt ekki breyta. Xavi Tvistur. Fyrsti, þannig að það er bara ansinn eftir Fyrsta sæti Ég veit ekki næst. Það er svo illt sko Nei sko, ég veit ekki Þannig að Andri Björns Hann segir að besti Hann segir að Kun Aguero sé 50 50 Hann segir að Bale sé 4 Ég Hann hafði segir sagt að Zlatan sé 3 Xavi annar Og veistu hvað þú settir nummer 1 Oh. Adolf Hitler Jæja, og förum í næsta lið Það er bara valid. Nummer 1 Besti fútbollar andra Hvernig það Af þessum er samt Zlatan nummer 1. Já, eiginlega Ég það ekki Nei, er ekki Hitler Rétt. Zlatan nummer 1, Xavi nummer 2 svona karriér og longevity og allt það. Já Svo Aguero og síðan Bale. Ég ætlaði að breyta sér svona Ronaldo En var svona Það Bale er Er hann overrated, geðveikur eða? Já. en overrated. Fair enough Það er hot take Afslæ Það er bara mjög velið fyrir mig sko Hverjum ertu mín? Hvað er þetta að setja Ronaldo frekar að pakka þið saman? Nú er þetta vantalega Messi maður Ég er Messi Að maður. þú ert Liverpool maður Helst í hendur alltaf Nei, mér finnst bara, þú veist, Ronaldo er einn besti markaskorur allra tíma. Það er farlegt Ég var En Messi er Besti fótboltaleikmaður allra tíma. fair enough fyrir rapper crap líka bara Já, verða það Það er bara Viltu- 2 back to back liði Viltu vera í Bang. rapper crap? Ég er til. Ok, þú verður að útskýra samt fyrir honum hvernig rapper Ok, crap en það virkar svo leiðis Ég kem í línu Ég vil koma með dæmi Ég segi til dæmis That man over there is walking Og þá segir þið ok Ég held að þetta sé ekki satt Já, þá hugsaðu mig Þetta- hvort þetta er það sé alvöru rappteksti Eftir alvöru artista Frægan artista Í mestum tilfellum Eða eftir Lil Basti Sem ég Og þá var að Það er kjarta rosalega nöfn sko Lil Finnst það ekki? Basti you Má ég byrja samt á einum lyrik? Já Já Yeah, I'm the king, Burger King. Þetta er Kanye West Er það ekki? Og ef við ekki hafa Amazing Ef við ekki hafa þetta þannig Ef þú gískar þetta sé rétt Já. Þá er það stig Og en ef þú gískar á artistan Þá er Já, eitt bónustig ég er sammála Þannig ef þú segir þetta satt Þá gískar strax hvað artist er það Hvað er þetta margar spurningar? Þetta er held ég 9-10 9-10 Ok, þú Það telur er stöðuna tempóð sko Og þetta er á ensku, þetta er á ensku Ok. Allt á ennsku Við erum að heyra þess Ó, Ok, ei, við sitjum hér Ok, tilbúin ok Fyrsta línan, þetta er á ensku eins og ég segi I cook so much crystal meth You should call me Queen Elizabeth Ég ætla að segja þetta sé ekki rappteksti Ég ætla að segja bara satt af því að ég vil ekki Ok, þetta er hvað Viltu gíska? Þarf þess ekki Þetta er Denzel Curry. Denzel Curry, þetta var Lil Basti Lil Basti 1-0 Þetta var Lil fyrir Basti, mér. þetta var Lil Basti Þannig, já Vel gert Góð lína, sant? Já, bara gegn. Eða ekki I came out the womb with my dick hard Rétt. Ég ætla að segja þetta sé Lil Basti Lil Basti, gíska það er ekki smá erfitt, sko Viltu hafa það sant? Það er bara gaman, þá getur Já, og ef þú er ekki með neitt, þá þarf maður samt ekki Þetta er J. Cole, Það er 1-1, ok? það er 1-1 Ég man eftir þessu textu, ég bara vissi ekki eftir hvernig. Ertu múin að rannsaka fyrir hennar lið? Já. Já, Það vissi ekki, svona aðeins leið fyrir 5 minnum sko Þú er Já. I don't give a fuck if this chick was my own mother I still fuck her with no rubber Satt. Ég held að þetta er satt Já, ég líka. Ok, vil ég gíska það? Nei Ok, 6ix9ine. Eminem Jésús Eminem Það texti kemur samt ekki á óvart. Hann er með skrýtna text. Hann er með, Mjög skrifna ég veit ekki það er alveg mikið Eminem material sem ég get unni með, sko Já. Ok, nú greiði, hvað er staðan? 22? Þetta Já, eða ekki 22. My shoes be dripping, hats, jeans and sweater pimping While you ain't at your place, my dick be in your girl's face Ok, þetta er satt, þetta er bara, ég ætla bara að segja það er ekki Nei, fræðilegu ég möguleiki ætla að að þú segja- hefði getað samið þetta Já, hann samti þetta bara heads off, sko. Þetta var Lil Basti Ertu að djóka? Þetta var Lil Basti, takk hella fyrir mig Hey, hit me up producer, ég er að fara on the track, sko Heyri, ef eitthvað vantar ghostwriter, wow Lilla dæmi, sko Samt, ok, við skulum róa okkur aðeins. Ég held að það sé enginn að fara að senda. Nei, nú er það komið með aðra svona Ég línu þar sem hneta þú ert hann. með dick in my face. Netan sendir þetta á mig bara á eftir, sko Má ég nota þetta? Nei, ok Ok, tilbúinir Já. I popped up like bread in a toaster Þetta er satt. Ok, Þetta er satt þetta er skepta Já. Skepta, vissur það bara? Já. Jálfur? Ég vissi ekki að þetta var skemmt en Já, ég þú vissi vissur það alveg Já. Þú heyrir bara á þessu Nei, ég bara hef heyrt lagi. Ok, tilbúinir I'm so rich, I don't need your cross-eyed looking bitch er satt. Þú. Þetta er ég, þetta var Lil Basti Já. Ég er að, 4-3 ég fyrir er mér. að í alvöru Við skulum texta halda maður þessu- 4-3 Óli er að dörru tapa Hári mitt er eitthvað mjög Hvað, slögt á síman ekki henni? Nei, það er bara að senda mig endalust Ég bara hvað er í gangi Það er smáðir, það er frægur sko Það er smáðir Já, bara gangi það alltaf verið góð Eðlilega frægur. Eðlilega frægur sko Þetta er þetta bara
Tímanir Já. I kick plenty of ass, so call me an astronaut. Þetta Lil Basti Nei, þetta satt Þetta Dr. Dre 5-3 Óli, þú ert að skýt á mig Þú hefur alltaf mikil að trúa mér eftir hann eina góða texta Ég veit sko. það Hvað eiginlega Það eru 3 eftir heldur 3 eftir, ég get unnið þetta Það 5-3 5-3 Ok, þú verður hann á öllu rétt og þú verður hann á öllu vittlust Ég ætla að byrja á þér Ok. Þú verður að byrja að segja Ok My mind be crazy So now tell me I'm as good as Jay-Z Ekki satt Ég þarf að komast áfram, ég ætla að setja þessi satt Ég ætla að segja að þetta sé Þarf þess ekki, þetta var Lil Basti Í miður Fuck off, maður Bang Nei, þetta er mín keppna, það kemur mögulega Sko, bara 20 stíð í lókin sko. Alltaf verið að svindla á manni hérna Ég er með svo mikið kennskap Ég er tjúl Nefna náttúrulega þú nærð að gíska á artistan líka Gæti verið Já, reyndar Tímanir Já Magazines call me a rockstar Girls call me a cockstar Andri Björns, nei Ég ætla að segja Lil Basti áttur Ok, hvað er þú að segja? Satt Satt, ok, viltu gíska? Ok, ég verður ekki, þetta er satt Þetta er frægur artist, mjög frægur Er ég bara að drull á mig Þú ert því miður að eiga mjög lélegt performance Rockstar Post Malone Þetta er Jay-Z Ég hugsaði Jay-Z Að því hún nefndi Jay-Z senustu Ég held línu að sé Því sko hann sagði mjög fræð Það hugsaði Kanye Já, Jay-Z. þetta er stærstu sko Já. Þetta var lag með Jay-Z og Kanye Ég man ekki nokkuð hvað heitir en allavega Síðasta Ok Hvað er staðan? 6-3 held ég 8-3 Já 8-3 Gauður, þú varst ræðil Herru Þetta er bara upp á Ef það er nú öllu rétt og ég er að taka freestyle En þú ert með 1 vittlust Ég er með 1 vittlust Hvernig var vittlust? Það var þarna með Shoes Be Drippin Það var það Þannig sem þið heldur að vera svo hann Ég held að það var mjög gott Jú, Já, nei, ég er já. með 2 vittlust Ég er með það og fyrsta Já, ok Sjáum hvernig það er hérna Já. The girls call me Thor Because my hair too long and my dick too strong Já, Lil Basti Þetta er Lil Basti Jálfurinni? Já Þetta var Kanye Jésús almáttur Nei, ég er að tjóka, þetta var ég Heyrðu, þetta var bara Ég enda svona slæmt þarna niður. walkover Jésús Ef við ræða þessa línu samt eða? Ef við ræða þessa línu þarna samt Þetta My var shoes be drippin, hats, G's and sweater pimpin Well you ain't at your place My dick be in a girl's face Jésús almáttur Heyrðu Nú get ég ekki Sælaður Ég þarf alltaf, sko þegar ég posta tættum á Spotify og þá er ég að gera þetta explicit content eða ekki Nú þarf ég að gera það, pælið því Bara út af þessum lið Ég vona ég fá að vera í nokkur þáttum viðbót Það var með hend út bara Heyrðu Ég ætla að taka ykkur Lilla keppnir maður í nýja uppbólsliði minn sem er Brain Freeze, heilafrosti Brain freeze Hvernig þetta virkar er að ég spyr ykkur spurningu Getum við fyrst aðeins Já Andri sérst að borða hennar nógróp Sexy Getum við heyrt aðeins þetta crunch Gerðu hana. Einu senn Við erum byrjar alltaf að gera eitthvað ASMR hérna Alltaf Það er margir að vera bara Það kveiknaði mörgum hafna sko Andri, nú þarf þú að vera vakandi Óli, þú þarf líka að vera vakandi Ég vakandi. Ég kem með einhvern flokk Og Það er svo mikið keppniskap, ég er smá hrættur sko ég veit að Það er brjálur út með það Hver vil byrja? Andri Andri, Ég skal byrja Gesturinn byrjar gesturinn byrjar, það er góður punktur Ekki Nefndu hlaupara frá Íslandi sem hafa hlaupið á 10 minna sekundum Já, ok Og ef það ekki þá bara punktur á mig Er þið tilbúinir? Já Ó já, hann Mjög bettið auðvelt, ég kem með flokk og þið að nefna Hvað bara er ekki bettið það? Ítta aðeins Ok, sorry. Þið að nefna bara Svo eins mikið og þið getið til skiptis Bara ef þið frísið þá eru búin að tapa Ok, let's go Ok Og við ætlum að byrja þetta á fyrsta sem eru áramótin Ha? Byrju áramöður Já, bara hluti sem tengjast áramótin Já Flugveldar Nautasteg Kambæn Baggalútur Annars stjörnuljós Beer Kokteilar Bara kartöflur Fjölskylda Ó, gott svar Sískinni Það er fjölskylda Það er samt Ég leiði sér Hann leiða Foreldrar Já Þú veist að Makar Tjóðir Ég er að sita á saman sko Já, fyrir hann af allt núna, ok Ok, fjölskyldur eru búnar Sebastian Nákvæmlega Ok, tertur, svona flugultertur Hann sagði flugeldar Það er svona svo broad Nei Jú Já, Ok, ég skal taka 11 þarna Ok. Í vikunni Ég skal taka 11 Ok, ég geð séns ef hún er að nefna eitthvað Hann fekk líka séns Nei, ég tapa Andri Björns, þú Andri taka varst þessu að punktur á Andra Björns Ok, fyrirgefðu mig Ég er ennþá að læra þessa reglu líka sko Sískinni Heyrðu, Nei, dómar að leiða Mér fannst áramóti kannski aðeins svo erfitt Ég var með annað til vara þannig að við Ég getum að fara frekar það held fyrst að vera með einhver svona típur af áramótum Það er bara ein áramót sko, veist hvað 2022 Já, 2023 versta keppni Ok Förum beint úr áramótunum Já, þau eru þann Yfir í Christmas
Jólin Já Í alvöru? Sebastian, þú byrjar Bara kalkút Pakkar Foreldrar Smjörstektur humar Takk, jólatré Nei, ég sagði Já, það er pakkar pakkar. Jólaskraut Stjarnan og topnum á jólatrénu Það er ekki jólaskraut Jólaskraut Nei, come on, það er svolítið svona Það er alveg dæmi, sko Jólastjarnan Það er skraut Já, þú veist, þú ert að bara taka allt skrautur Bara seríur og allt Ok, leifum það Ok, svo ekki gera þetta aftur núna Ég fæði third time's a charm Núna, Ok. nú byrja ég, sko Ok, heyru, það er bara eitt Það er eitt núna bara Eitt núna fyrir andra Já, Ok, eru tilbúinir? já, shit, hvað er svo ekki þessu Ok, Þú byrjar. Er ekki áfram jólin? Já, að gera Nei, Er jólin það nýtt eru bara? bara búin Við ætlum bara að exa það út Já, ok Þú fækst bara stigi fyrir áramótin, ok? Ok Eru tilbúinir? Já. Höfuðborgir Og ég byrja Róm Reykjavík London Oslo Berlín Helsinki São Paulo Madrid Buenos Aires Er það ekki Lisbon? Er það Er það ekki Lisbon í Portugal? Capital of Portugal Býtu Það er Lissabon Ég sagði það Það er líka Takk, takk, takk Heyrðu, það er 1-1 Þú testar hann þá bara Já, býtu Ég testa það Þú testar, já, hann var með Þú svip, komst sko Nei, hann var Ég með held svip að það sé Nei, ég sagði Lisbon Oslo Oslo Þessi kall Kemur Heyrðu, þá þurfum við að halda áfram hérna Og þetta er upp á sigurinn Ok, en mér langar samt, maður segja eitt Já. Mér langar sem að sjá þig keppis líka, sko Má Já. ég taka eftir dómaran? Bara Já, einu sinni já, Ok, gerðu sko það, gerðu það. Tökum okkur núna einu sinni, ég ætla að vinna hann Þá tekur okkur andra Og eftir, já Ertu tilbúin? Já, Ég þarf vel að taka spili með mér Svo getum gert það lengur Því ég er bara komið Já. eitthvað top of my head ok Þetta er for the win Þú getur ekki hugsað mikið, sko Ok, Nei, þetta er bara Er tilbúin? 1, 2 og Inni Já, Sebastian Já, byrjar já, já Inni í svefnherbygginu Rúm Kynlífstæki Það er rétt Sæng Sjónvarp Kotti Dína Skrippborð Lampi Hillur Sími Hlæslulæki Playstation Ég ætla að segja MacBook Playstation festering PlayStation Hlæslulæki Hlæslu núna Fataskápur Föt Já, nú mátt ekki segja bólur Nú mátt ekki segja bólur, nei Ég ætla að henda það Your rules Hvað heitir það svona Hangi Hengitri Herðatri Herðatri Rækspírar Ekki ragluga Rakspírar inn í Ok Ég gef minn á mér, sko Gef minn á bara Fuck Sængu ver Kottavi Teppi Lag Hérna Þetta er öllu húsinu Þetta er ekki að koma Þetta er ekki að Já, koma hvað er þetta sem þú ert að benda á gólfinu? Þetta er ekki að koma til mín Okkur er þetta ekki að koma til mín Fuck me, maður Andri Björns er the winner, vel gert Er þetta eitthvað teppi líka? Þetta er teppi, já Fuck me, maður Nei, þetta er motta Motta Sebastian, sem sagt, fyrir þá sem er ekki að horfa á þáttinn Hann er bendandi inn á gólfið Þetta hérna, Ég þetta held að þú var að tala um golf Já, þess að þú sagði Í öllu húsinu Já, þetta er í öllu Nei, húsinu þessi ég var bara Þetta kom ekki til mín Mottan kom ekki til mín Ég held að þú Þetta var var að benda á golf Og ég var bara, hvernig veist ekki hvað það heit Hvað er þetta hérna? Hvað er þetta? Þetta er hann á park Fokkin heimsku gæi Heyri, þú vilt taka mig og Andra í þetta? Mér langar svolítið að sjá okkur áður en ég við gera það, mér langar maður að fá eitt á hreint Hvernig tónlist hlustið þið mest á? Sko, ég hlusta bara á hvað sem er, sko Ok, en þið vitið samt alveg Mér langar lúmst að segja svona Country Veistu hvað, fuck it, mér langar að sjá hvort þið náðu ykkur Ok. Þegar ég hlusta mikið á svona gamaldag, sko Ok, þetta er tilbúin Ég er byrja að náttúrulega Ok, mikið gammal það er svona þannig Svo gamli menni það, sko Tilbúinir, Ó, nei það byrja á Óla Af því hann er the host Hvað ertu að spyrja? Ég er að segja núna Ég kom svona í Þrír, sko 2, 1, hljómsveitir Queens Cream Ha? Hvað sagðir? Cream Þú sagðir Queens Queen Ég sagði það Þú sagði Queens Ég sagði Queen Ok, alltaf áðan Queen, hvað segir þú? Beatles Rolling Stones Já 4 Out Led Zeppelin Já ég var bara að Ég glemja vann þetta maður, vá hvað Fair þetta var enough. easy Já, Ég var að vonast eftir bara gömlum Ég kann ekki hljómsveit Ná, ok, fair enough Þar er ég Viltu prófa fyrir það? Já, fyrir mig það Já, fuck it Artistar Artista, bara fuck it, söngvarar Ok. eitthvað Svona Andri Björns óskúlega Já, venjulegir já, bara allt, bara Allt, Andri Björns Við erum bara að segja söngvarar Byrjar. bara Já, bara Já, eitthvað söngvarar Eric Clapton Gott svar Justin Bieber Ok Ariana Grande Miley Cyrus Miley, wow, vel gert Madonna Mason Ramsey Mason Mount Who's Mans?
Býttu, wow Mason Jú, erðu Wow Veistu Já Hefur aldrei heyrt The Yodel Kid Hefur aldrei heyrt Before I Knew It með Mason Ramsey, Ég bara vissi ekki að hann væri artisti Nei, líka hann sagði Queen vittlust og svo ég fyrir að öskra okkur í rættir Veistu hvað Before I Knew It með Mason Ramsey með marga milljónur á Spotify 5,3 37 Monthly Nei, bara hlustan hann á Gleymdur þessi krakki sem er 37 monthly sko Alvöru klátt Þetta er alvöru lag sko Já, og því líka lægum maður Ok, ég tapa bara þessu að ég questionaði það Tilbúin You knew it, I was holding on the doors Holding your hands, getting up above Ok, höldum áfram Þetta er svakalegt maður Ok, Herjá, ég tapaði bara þessu að ég questionaði það já Þannig, hvað vil ég bara aftur eða? Er þetta bara komið? Nei, Óli vann þetta bara Ég vann það Þú vann það, ok Hvernig fannst þér kláðansvari? Það var mjög gott, ég verð að gefa það Ég farið á tónleika Í alvörinni? Að sjálfsög, ég er að vona að stila þess að fara aftur í vor Þeg, hvernig var? Gjöðveitt Fuck mér maður, ég var svo til að sko Fyrstu tónleikar eftir COVID Ég veit Það er ekki svoleiðis? nei, Sorry, ég veit ekki hver Erik Það var Clapton alveg- er sko. Ég segi betur sögu eftir Ég til að Bara alveg sko Andri, mér langar smá að keppa við Ólaðan Þú þarft eiginlega að koma í flokk Ok, heyrðu, flokkur Já, þessu Ég var svona slagur Hver byrja Óli? Já, þú Mér finnst það ógæslega skemmtilegt, sorry Þetta er ógstlega gaman sko Við getum ángriðs gert klukkutíma þá bara Já, grís Þú byrjar, þú host Ég er host. Svona fata vörumerki Chanel Æ, fuck mér maður, Gucci Louis Vuitton Hvað sagður fyrst? Chanel Ó, Gap Balenciaga Fuck mér, ég er svo lélum með þetta Nike Moncler Adidas New Balance Puma Coolbet Verður ekki hægt að kaupa þetta? Ég ætlaði einmitt að segja það Ok. Kúlbætt eru með geðveik föt Já, en það er ekki Sendi mig, maður fá meira Ok, Þeir eru með ógæslega flott föt, sko Mettosport Guldspjald, flott Ó Ég er alveg Öndurarmur Nei, það var ekki búið Abercrombie and Fitch Fuck mér maður, ég er í því Ég tók ekki sneft því Ó, fuck Sko, mér er svo drullu svo merkja bara Levi's Shit Dómari 3, 2, 1 Helvítis maður Ó Ég var þú sagði gap Já. Á því hvað kom beint í hausinn á mér Hvað? Yeezy Það er svo, já Af því að þeir Hella. gerðu kolla Já. Það hefði verið svo Og létt sko. Shit maður, ég panikaði allan tíman sko Ég vissi ekkert hvað þetta að segja Undirarmur Ég fór í gap nr. 2 sko Segir ekki frekar mikið, ja Ég var bara svona Shit, ímyndaði mér maður. Anna Fifth Avenue á New York og bara svona þegar maður lappa fram hjá bara svona ok, þessi búð, ríkur þessi maður. búð, þessi búð Alltaf í New York Mér fannst- Nei, ég held að Mér það sé fannst ekki líka ná Fifth Avenue sko Mér var svo fyndi Það var Chanel, Gucci, Louis Vuitton Gap Já. Þú veist, Við fórum úr sko þeir hugsa hérna beint úr gap Præstæki bara sko Nei, síðan er fullt maður Það er nóg til, Já, bara já. við erum bara þroska eftir, við vitum ekki neitt Við erum því miður mjög lága greindaðistölu sko Heyrðu, Alveg þið- bara Andri, þú ert fótbolta aðdáðandi mikill Shit, you beat a play Óli, er þú horfður mikið á ennska boltan? Þú veist, já Fyrsta rétti pönd fara að byrja Sebastian, lög Lið í ennsku úrvarsdeildinni Manchester United City, Liverpool Chelsea, Arsenal Tottenham Hérna, svo Fuck me Bournemouth Luton, Burnley Aston Villa Eru þeir núna Já, Nei, við þá Tottenham að það komið já Fuck Nei, Brighton Ok Ok Sheffield Brentford Brentford, vel gert Takk Það er ekki mörg eftir, sko Það er ekki mér getur, ég er ekki með meira Gefum tíma Gef mér smá tíma Já Þannig að ég er með þetta hvað Þrír. þetta er Akkur byrjuðu það Tveir Hver er í því? Newcastle, fyrir ekki Já, fuck, við glemdu því Já, nei, Aston Villa vantar að komið Já, Það er komið Fuck Já, ég er búinn sko já, heyrðu, Sebastian vann þessa keppni Yeah, Nei, hann ég gaf mér meina sigurinn að hann tapaði, ég er að tjóka Hann gaf mér þessi sigurinn Ég er að föndra Fuck En hvað, ertu mikill grjótaröð á þetta? Já, ég Hversu margar leikið við vilja fara á? Ég Svona 8 til 12 Dæjum Hver er Herri, best- hver er Og besti? málega er, ég er liðupólmaður En ég hef ekki bara farið að Ég fór að City í Southampton einu sinni Já, hvernig var það? Stemming, Það var mjög gaman Þú veist, En var það stemming? Það var stemming þú veist Var það etið þetta? Nei, Já, Þess vegna makes stemming. sense, makes sense.
og City tapaði 4-2 Mane setti þrennu Já, svona langt síðan Já, ég var ung 2014 16 eða eitthvað Ég ætla að heyrta stemning hjá minnilegunum sko Já. Eins og Championship Já, sérstaklega þegar við vorum alltaf sátum hjá Southampton og unnum sko 4-2 Það er alltaf bara geðveik stemning Svo fór ég West Ham Liverpool á Olympíuleikvangunum hjá West Ham Það er náttúrulega geggjaða vellu sko Geðveiku og kefti miðanum fyrir utan Það er svo leiðis Var það? Hvað kostuð þér? Alveg 150 pund Já, ok Voru það góð sæti? Nei, ekkert tiltölulega Ég fór á En þetta er alltaf út af að þetta var þessi leikur þá er þetta ógeðslega dýrt Við vorum langt uppi en þú veist, maður sá þetta samt vel og Liverpool vann eitthvað, þú veist, 4-1 Hefur þú farið á NBA-leik? Nei Þú hefur farið á NBA-leik? Ég fór á 2 Hvaða leiki fórst á? Ég fór á LA Clippers á móti minnum, þetta var svolítið langt síðan minnum með Denver í LA sko Mínum en Denver Fór í Staples Center Fucking geðveikt Það var þetta ammælisgjöf minn, mamma og pabbi gáði mér svona ekki að segja VIP með þetta, var alltaf hátt upp og í svona fínum sætum það var ekki eitthvað svona gómasæti sko það var í sömu ferð, þú ert í Brooklyn þá fór ég í gómasætin sko þá var ég inn í það var miklu skemmtilega Í Barclays Center? Já Varstu bara efst uppi? Nei, ég var bara frekar góðum sætum þetta var með svo, við ætlum ekki að fara, við fórum í Brooklyn og síðan var ég bara svona, það eru fucking ódýrir miðar Já, ertu að grínast, það er akkurat það sem ég er að fara að koma inn á sko, ég sá þess að þú sast, það var hræðilegt Það voru hræðilegt Ef þetta er völlurinn, ég var ángurist, þú var svona hérna ég var svona hérna Ég held að þú getur ekki ímyndað sko. Ég var þarna uppi Þetta var hræðilegt sko Það er sko, ef ég hefði Óli var nær loftinu Það er ángríðstanni sko Og svo var hann svona tróð okkur á milli fólk Ef ég hefði dottið niður, ég hef bara dáið Þetta er mjög bratt sko En líka þú ert óöfnað, þú fegst versta liði í deildinni Ég veit Ég ætla líka að segja sko Þetta var ekki bara á Wizards eru ömulegir Það voru Nets ekkert sérstakir líka sko Ég held að það var 16. sæti á mótið 27. sæti Washington er næst liðast liði í deildinni Men Brooklyn er hann alltaf læg En sko ég kíkti á þetta deginum ári, ég sá þetta Og svo vorum við í lestinni á leiðinni aðeins neðar í New York Og ég sá bara leikurinn byrja eftir hálftíma, ég kíkja hans á þetta Sá miðin kosti $11 stykki Svo þegar ég fer í að það voru fís það voru fís $12 Það endaði $25 cirka hver miðin Ég bara komið $50 frá NBA-leik sem byrja eftir hálftíma Tökum bara literally Ok, kaupum við það, förum út á næsta stoppi Fórum í næstu lest og erum komin Shit, man. Ég hef aldrei frá NBA-leik, ok, ég er ekki mikill körfuboltakall En sorry, þetta var ein leiðilegast upplifun sem ég upplega á æfinni Ég er ekki svo að djóka Ég var náttúrulega efst uppi Þetta var hálftóm arena Það var engin stemmari Bæði liðin voru svo léleg Ég held að þau tók ángrið svona 10 mínúna kabla sem engin skoraði Já, þetta er mjög leiðileg sko Þetta voru mjög léleg Þetta er regular season Þannig þú veist, það er alltaf drullu sama Já, það er alltaf sama Eina Það er það sem ég fíla ekki við korfbaltan Nei, það er rétt Eina skemmtilega við þetta voru, þú veist, þegar komið hlið og það var einhver gæði með svona t-shirt kennan og voru eitthvað og það var gaman En eina er að t-shirt kennin náði ekki Nákvæmlega, en ég var aldrei að fara að fá þetta t-shirt kennan en það var Náði þessu helming Ólaf Nei, það fór samt alveg í stúkuna mína bara aðeins lengra hinum minn Ég get samt alveg, sko sagt alveg svona lélið Ég var út í Barcelona núna í mæ Það var síðastu umferð spænsku deildarinnar Og við ætlum að Barca-leik bara, þú veist, við vorum úti og hugsaum Barca-leikur? Barca-leikur, en þeir eru útivelli Sáum sérna Anna Osasuna eða Espanyol, ég man ekki hvort það var Espanyol held ég Já, Espanyol Anna, þú veist, það er bara anna 20 minni keisla Og við bara, ok, mætum bara fyrir þetta Það hlýtur einhver að selja með það Og við kingum með töfluna og þeirra kemp móti liði í bombbaráttu Og Espanyol eru nú þegar búin að falla Og við mættum fyrir utan og það var bara einhver sko svona mafju, þú veist svona úlstras Og það var bara móti dómurum að því að það var eitthvað að dómarinu voru við bara búin að fá þeim og eitthvað svona og Við mætum, það er ekki fullu völlur Alls ekki, en við erum samt í mjög góðum sætum Það eru allir með flautu Allir aðdandur Í 90 mínútur voru allar flautur í gangi Leikurinn endaði 3-3 Það var óíkaði fyrir góð leikur sko Fekst ekki bara húsverk En sko, í svona NBA-leik ég fór í öðrum leiklunda Mér fannst það leiðilegt Í öðrum leiklunda? Já, það var ekkert að gerast Þú valdi náttúrulega öminni lið Ég nefndi ekki að vera hana bara einhvern 1,5 tíma auka Ger ekki raskat Reyndar Þú fekst þetta að sjá Kyle Kuzma Who the fuck is Og that? Jordan Poole Sorry, en who is that? Nei, sko þegar ég fór í Brooklyn Það var held ég sko mánuði áður en Katie og Kyrie Irving fór í liði Það var svona mánuði undan Þú hefði náttúrulega aldrei fengið gott verð á miða Nei, það er náttúrulega hræðilegt Þá hefði þetta borgað 100 skall Já, við erum velkomin í körfuboltaspjalli Allavega, hvað segir þið gott? Það er ekki að feskið það Já, við erum bara mjög góðir
Heyrðu, við erum búin að vera henni klukkutíma Sletta Ég þarf að mættur annað eftir 9 mínútur. Þannig að erum með eitthvað TikTok celebrity tengt. Já, bara celebrity maður. Erstu með eitthvað skemmtilegt, Andri, að segja? Ég ætla að segja frá næstu gestum. Ég lofa því í byrjun þáttarins. Má ég hinta? Næsti gestur. Má ég hinta næsta? Og máttu segja hver næsti gestur. Andri, you're my idol. Þetta er hint. Andri veit hver í sögum. Já, ég veit hann að taka karakter sko. Getur fundið hana FM 957. Nei, þetta er ekki Gústi B. Þetta er Guðjón Smári úr Idolinu á FM. Hann verður á miðvikudaginn eftir viku. Ég er að pæla Nei, get ekki gert það. Þáttur 3 verður Anna 2 fellar með podcastið. Þáttur 4 við hefum eftir ákveða hvað verður þáttur 4. Já, kemur ljós. Það kemur bara ljós. 100% stemning. Og þáttur 5 það verður líka stemning. Þetta er bara bullandi stemning alltaf. Má ég segja eitt? Já. Ég var að posta TikToki á deginu sem þetta podcast kemur út. Ég tjekka á því. Ég er ekki viss hvort að ég muni gera það, en ég ætla að sjá hvort að ég muni þetta. Já, þetta er það 3. janúar í dag. 3. janúar. Þannig segir ég bara takk fyrir komuna, strákar. Við verðum velkomin í podcast season 2. Bye Pookie Bear. Bye Pookie Bear. Við sjáumst aftur eftir viku. Bless í dag.